Velkomin í þáttinn Eldum Íslenskt. Í þessum þætti ætlum við að gera svínakjöti hátt undir höfði og við ætlum að byrja þáttinn með að hitta svínabónda sem er búinn að vera lengi í faginu. Já, hörðu, hvernig gengur svona venjulegu dagur hjá svínabónda fyrir sig? Nú, dagurinn gengur þannig fyrir sig að við erum komin í húsin svona 7:30 á morgnana og förum yfir allar tölvuskjái og sjáum hvort að það sé ekki allt með feldu. Og nú síðan það þetta, það þarf að taka sæð úr göldunum og það þarf að taka undan gildunum og það þarf að rannsaka sæðið og sæðagildurnar. Hver er sérstaða íslenskar svínaræktar? Er það fóðrið eða er það? Það getur verið fóðrið en ég held að sérstaða það sem að stílur okkur kannski öðru fremur frá því sem að hér í nágrannalöndunum í dag. Það er heilbrigðið. Hér erum við ekki að takast á við ýmsa þá sjúkdóma sem að hafa valdið miklum usla í nágrannalöndunum og það er einfaldlega vegna þess að við búum á eyju og við njótum þessa sjálfsögðu. En það sem að lítur að sóknarfærunum til lengri tíma litið, það er kannski fyrst og fremst þetta að við sjáum fyrir okkur mjög aukna kornrækt í landinu og svínaræktin, hún kemur klárlega til með að verða burðarásinn í þessari nýju grein, ef við getum kallað hana svo, þó að við vitum að kornrækt hafi verið stundur lengi í landinu, en ekki í því mæli sem við erum að tala um. Er það þá hreinna fóður en ef það myndi flytja til dæmis inn korn? Já, við þekkjum það að í nágrannalöndunum eru lagðir á skattar til þess að vernda grunnvatn á bújörðum bænda og þetta er alls saman afleiðing af mikilli notkun á eiturefnum á akurlendi. Okkar sérstaða hún og mun klárlega verða öðru fremur fólgin í því að við notum ekki og munum ekki nota eiturefni til fóðurframleiðslu til þess að auka framleiðsluna eins og gert hér í nágrannalöndunum. Þannig að það nokkuð ljóst að við munum geta markaðsett okkar svínakjöt á forsendum hollustu umfram það sem aðrar þjóðir geta. Núna er maður bara komið þannig að maður verður bara að fá sér svínasteg til að bragða þetta góða bragð sem að Biggi er að koma með í svínið. Ég get fullvissað það að þú verður ekki fyrir vonbrigðum. Takk fyrir það. Svínakjöt er ósvalega svona auðvelt að vinna með. Það er tiltölulega svona lítið eigin bragð af því, þannig að það er hægt að fara með það eiginlega í allar áttir, sko. Og það sem ég hef til dæmis verið að gera tilraunir með er að búa til beikon og alls konar tegundir af beikoni. Þegar maður ætlar að búa til beikon þá þarf maður rauninni ákveða hvort maður ætlar að búa til þetta típiska beikon svona sem er skorið niður og steikt og svoleiðis, eða hvort maður er í rauninni að fara út í einhvers konar þurrku. Og ég er til dæmis hérna með svona ítalska, þetta er náttúrulega ekki ítölsk, hún er íslensk, þessi pancetta. En hún er sem sagt, hún er búin að liggja í viku í svona salt, sykur, krydd, pækli, það er mikið hvítlaukur og svartur pipar og svona ýmislega rósmarín og svona dót í þessu, sko. Og þegar hún er búin að saltast í viku, það fer enda dálítið eftir hvað hún er þykk, hvað maður þarf að salta hann lengi, maður finnur þetta svona þegar hún fer að vera stíf. Og þá hún síðan rulluð upp svona í þessa rullu, ég er með svona 1/3 stykki hérna núna. Og síðan hún látin hanga í svona 3 vikur í rauninni áður en maður fer eitthvað að nota hana. En þegar hún er rauninni komin í þetta stig, þá getur maður bara látið hana hanga inn í eldhúsi bara fyrir ofan eldavélina og skorið sér bara á bita. Og þetta er æðislegt til dæmis í svona kássur bara sem í rauninni krydd svona úti, ef maður er að láta eitthvað hægmalla og kemur rosalega mikið bragð og það kemur náttúrulega líka fitan og svona úr kjötinu og þetta leysist bara upp, þetta hverfur í í matnum. En svo er þetta líka alveg æðislegt ef maður á góðan hníf að skera niður og elda svona eins og carbonara, spaghetti alla carbonara og svoleiðis, það er allt annað í rauninni bragð heldur en á venjulegu svona vestliðunar beikoni, sko. Núna ætlum við að kíkja til hans mumma upp í Hótel- og matvælaskóla og sjá hvað hann getur gert úr svínasíðu. Komið þið sæl, ég heiti Guðmundur Guðmundsson og er kennari í Hótel- og matvælaskólanum. Nú ætlum ég að laga
gljáða svínasíðu, ferska, nýja svínasíðu sem ég ætla að steikja í ofni og hún með tómat, sinnep og steiktum. Svona aðeins ég ætti gömlu góðu pulsuna. Ég hérna með hérna skinnlausa síðu sem sagt, það er búið að taka, ég geti kallað pörun af og ég ætla að byrja á því. Þið getið fengið hana vantarlega hjá kjötkaupmanninum ykkar niður sneidda. Ég ætla að sýna ykkur svona, ef þið kaupið hann í heilu eða fáið hann í heilu, þá sker ég hann í svona bita. Nú ef þið ætlið að grilla svona svínasíðu og ætlið kannski hafið ekki mjög hérna mikinn tíma, þannig lagað, þá getið undirbúið ykkur með því að sjóða hana, jafnvel deginum áður og með lárvaðlaufi heilum pipar og salti og hérna skorið hana svona niður og grilla hana og pensla hana með barbecue sósu eða eitthvað þess að þar. Hérna sjáum við þessar sneiðar. Þetta eru svona fallega sneiðar. Svolítið góð fita í þessu, en samt alveg hæfilega mikið. Og ég steiki þetta á svolítið háum hita, að sprengja fituna og þá er þetta lunga mjúkt. Nú ætla ég að raða þessu í hérna, bara hérna í svona litla ofnskúfu. Svo krydda ég þetta með salt og pipar báðum megin. Nú erum við búin að raða þessu í hérna ofnskúfu og ég smelli þessu í ofninn á svona 200 gráðum hita í svona 30-40 mínútur. Á meðan kjötið er að steikjast, þá ætla ég að laga glasseringuna. Ég nota bara í það hvítan sykur sem að ég setja hérna í pottinn. Ég er búin að hita pottinn og sykurinn er fljótur að brúnast. Sjáuð, hann fyrir strax að gillast. Ég hafði pottinn vel heitan. Hérna blanda ég saman tómat og sinnep, góðu sinnepi bara, svona meðalsterku. Örlítið edik, ég er með balsamiko hérna, það má vera rauðvinsedik eða hvítinsedik eða hvað sem er. Nú er þetta farið að krauma hérna. Ég hræri þessu saman. Hérna. Og setja saman við sykurinn. Passið ykkur að brenna ykkur ekki. Sjáið. Nú er orðið vel heitt. Smellið í smá rjóma á það. Nú í þennan gljáa má náttúrulega nota líka sojasósu ef við viljum. Þannig að sjáu þið hérna er svona komin tómat, sinnep, edik, brúnaður sykur. Þetta er líka mjög gott til dæmis með reyktu kjöti, hamborgarhrygg, fallegt á litinn og gefur svínasíðunni fallegan gljáa og gera hana mjög matalega og bragðið náttúrulega ljúffengt. Nú er svínasíðan eins og við sjáum orðið gylt og fallega steikt. Þá ætla ég að setja karmeluna hérna yfir, gljáan. Og síðan, hún er búin að vera í ofninum í 35 mínútur. Og setjum hana svona í 10 mínútur, korter, lækkum aðeins hitann og lofum sykrinum aðeins að trekkja sig inn í. Á meðan svínasíðan er að gljást inn í ofninum, þá ætla ég að taka eplin, skræla þau og síðan saxaði laukinn. En laukurinn og eplin þau eru svona það meðlæti sem ég ætla að sýna ykkur núna. Bara einfalt. Saxa laukinn bara. Svona, taka eplin. Tek laukinn.
Setja hann hérna á pönnuna. Ég er ekkert að taka þetta mjög smátt, bara svipaðar sneiðar og laukinn. Þetta getur maður náttúrulega verið búinn að undirbúa áður. Saxar lauk og epli. Maður saxar epli með löngu fyrirvara, þá setur maður þau í vatn með sítrónusafa. Það splæsa hérna smá smjöri svona á pönnuna. Bíða aðeins með epli, lofa lauknum að brúnast. Taka hérna smá, svona aðeins að líka upp á litinn og eins steinseljan. Hún er náttúrulega afbragðsgóð. Og kannski taki hérna smá grafslauk úr því á hann. Að gera að nota það grænmeti sem maður á þegar maður er að elda. Við skerum alltaf þvert á laukinn. Og grafslaukinn, nú er þessi aðeins farin að gljást. Þá setjum við eplinn. Epli og svínasíða, það er alltaf gott. Ef maður á hérna svona kartöflur, þá er þetta alveg upplagt að nota þær með. Þetta aðeins meira smjör á þetta. Þess getur maður að setja á þetta olíu ef maður vill. Setja smá svona. Bara til þess að svona fá þéttara bragð í eplin og laukinn, þá setjum ég smá pipar og salt á hann líka. Þetta er hérna smá svona, brabba þetta aðeins með smá ólífuolíu. Þá er þetta klárt. Nú er þetta búið að vera í 10 mínútur í viðbót, þannig að eldunartíminn er orðinn svona 40-45 mínútur og ætla ég á það að duga og þá ætla ég bara að setja þetta á disk. Síðan þessina getur verið paprika, blaðlaukur, vorlaukur og hvað sem er hérna í stekingunni. En epli og laukur með svona svíni er náttúrulega svolítið klassískt og gott. Og þetta var náttúrulega nægja, ég tala nú ekki ef maður er með kartöfluna þarna í, þá þarf maður ekkert neitt að auka með þessu. Við látum nægja svona 3 í þennan skammt. En alveg örugt að við getum alltaf fengið okkur ábót. Einfalt og gott. Gjörðu svo vel. Þá erum við komin aftur heim til mín. Mér er svo gaman að sýna ykkur hérna eitthvað svona aðeins ódýrara og skemmtilega. Þess vegna er ég með svínasíðu sem kannski flestir þekkja bara á jólunum sem pörustykk. En þetta er rosalega meir vöðvi út af þessu mikil fita í honum. Og fita er kannski ekki eitthvað sem við viljum borða hverju degi. Þess vegna ætlum við að langtíma eldana. Og við ætlum þá að láta fituna bara bráðna burt, svo aðeins þerfum við þetta, borðum meira vöðvan en skiljum fituna eftir heima. Svo eina sem við þurfum að gera, við fáum svona svínasíðu sem við hægt að kaupa bara í flestum kjötborðum. Og hún er alltaf með fituna á, bara tilbúin fyrir jólin, sko. En ég ætla ekki að gera það, þá ætla ég að taka fituna af. Það er of þægilegt að byrja að neðan, þá er maður búinn að opna og þá bara leyfir maður hnífnum að fletta þess af. Nú erum við búin að fletta fituna af.
Það má alveg taka meiri fituna af, en mér finnst gott að hafa aðeins. Hérna þetta bara svona kjötmikill og skemmtilegu vöðvi. Svo við gerum eitthvað uppfast. Og setjum þetta bara í þetta. Þetta verður ekki flókið, en við viljum aðeins að koma í bragð í þetta. Þess vegna ætla ég að vera með hvítlauk, fínskorinn. Það má alveg dunda meira við þetta þarf ekki að vera eitthvað svona hratt og... Það svona. Það sem okkur langaði að gera, okkur langaði að hafa þetta bara bæði sætt og súrt í svona blanda við myrt kjötið. Svo það ögn af púðursykri. Það má vera svolítið, þetta svona aðeins karmelast í ofninum. Það salt. Svolítið vel að því, þetta náttúrulega þolir aðeins. Og svo það leynivopnið. Það smá sítrónusafi. Smá vatni. Núna tökum við þetta, setjum þetta inn í ofn. Þetta má vera 5 tíma við 90 gráður og má þess vegna vera við nótt. Það hægt að gleyma þessu þarna í fleiri tíma og eina sem gerist, kjötið aðeins leikur í fitunni og verður meira fyrir vikið. Já, íslensku matur í mínum huga náttúrulega matur frá Íslandi. Að ég viti svolítið hvaðan þessi matur kemur og ég hafi svona hugmynd það í hvaða umhverfi hann framleiddur. Það nú kannski fyrst og fremst það sem kemur upp í huga minn. Ég sjálfur sér finnst mér útlendur matur oft mjög góður og hef ekkert á móti honum. En það nú aftur og aftur að koma upp mál sem verða til þess að maður vill svona hafa einhverja hugmynd það hvað maður að kaupa og hvað maður sér í borðinu í búðinni. Já, núna svínasíðan inn í ofni og við ætlum aðeins undirbúa smá meðlæti með henni. Hún vísu búin að vera þarna einhver 5 tíma, svo það fínt bara að byrja rólega og byggja þetta upp. En ég langaði að þetta svínasíðan óreykt. Þú getur fengið hana reykta og þú getur fengið hana óreykta. Ég ætlaði að taka smá bacon á pönnu. Það svona gott að vera með svona smá stökkt á móti og hún verður svona mjúk undir tönn. Bara á þurra pönnu, kveikjum undir. Við ætlum að gera svona lítið salat úr eplum, gúrku, smá lauk og selleri. Svo við tökum bara laukinn. Það hægt að vera með hvaða lauk sem Ég hérna með lítinn. Aðeins brotin í sundur. Það merst aðeins svona safinn úr lauknum. Selleri, fínskorið. Gúrka. Margir gleyma því að gúrka hún rosalega fersk og gefur svona skemmtilega áferð í ýmsa rétti. Og tökum hana bara í svona... Ég ætla að taka eplin, svipað eins og þetta. Það tökum við bara, skerum svona hálf sentimetra þykka sneiðar. Tökum hana með skrælinu öllu. Svo setjum við smá sítrónusafa. Það væri kannski hægt að segja að þetta væri orðnar svona framandi nýtegunda súrum gúrkum sem að passa sérlega vel með kjöti. Það safinn í. Ögn af olíu. Salti. Svo það aðalatriðið okkar. Núna þurfum við að tékka á svínasíðunni. Hún búin að vera mallandi í púðursykri, sítrónusafa og eigin fitu sem jákvæmt að þessu leyti. En ég ætla að kíkja á þetta. Allt bara að karmelast og það er komið góð lykt í húsið. Það þýðir að við séum að gera eitthvað rétt. Tökum málpapírinn af. Og sjáðu alla fituna hérna. Þetta jákvætt. Þetta núna fitan rauninni farin út úr kjötinu og komin í uppfasta fatið okkar. Svo þá rauninni svínasíðan orðið svona bara eiginlega massífur vöðvi. Ég ætla að fá að skera hérna í.
Þá getum við fært þetta upp á fat. Séu, þetta er nú ekki slæmt. Núna er þetta bara orðin eins og svínasteik. Öll fitan er komin hérna í. Svo núna getum við skorið þetta í smá bita. Svona, setjum þetta með beikoninu okkar. Við viljum hafa beikonið vel svona crispy og við viljum aðeins brúna svínasíðina í beikonfitunni. Þá erum við komið svona reykt bragð inn í svínasíðina okkar. Meðan ætla ég að leyfa þessu aðeins að dóla, lækka aðeins hitann, leyfa þessu aðeins að karmelast. Þá ætla ég að gera svona smá dressingu sem er rauninni bara safinn af svíninu. Það er mjög gott að gera þannig, að taka safan, setja hann í svona. Þannig að við viljum ekki fituna. Og hún flýtur upp, þá getum við farið aftur og flytt hana bara af. Þá erum við eftir bara með alla góða safan sem er búið að vera brasserast í ofninum eða langtíma eldast. Og hann notum við svona að gera sósu á þennan fríska og framandi rétt. Ég ætla aðeins að setja smá ferskan sítrónusafa og vorlaug í dressinguna. Smá safa. Og svona einn vorlaug. Eins og við vorum búin að salta svínasíðuna, við vorum búin að setja sykur, sítrónusafa, svo setjum við smá ferskan. Þá var þetta að vera klárt hjá okkur. Bara drögum þetta af og klárum réttinn. Eina sem við gerum, tökum hérna langtíma elduðu svínasíðuna. Ögna salt yfir. Smá pipar. Svo ætlum við að setja hérna smá ferskleikan. Það er hérna gúrkur og epli. Íslensk garðabrótberg. Stökt beikon. Það klikkar í. Þá erum við bara að gleyma einu. Það er náttúrulega sósa sem er búin að brasserast í ofninum alla þennan tíma. Hún kemur hérna aðeins yfir. Núna erum við búin að breyta einum ódýrasta vöðvanu á svíninu sem er oftast bara borðar í jólunum. En þetta er orðið skemmtileg steik með ferskum brögðum, smá epli, selleri, stökt beikon. Þetta getur ekki verið íslenskara.